Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í þennan óhugnalega þátt af tímavarpi. Það er náttúrulega 1. október eða 1. Spooktober eins og þjóðin kýs að kalla það. Þess vegna mættur í búning. Já, þess vegna ég bósi ljósa. Mjög skeri. Ég held að þú ætlaði að mæta sem viti, en það kærlega var það einhver... Nei, ég bara fekk ekki með móið, sko. Vitið hvað, ég ætla að íta hérna takk á búningum mínum. Út fyrir Edinborg, alheimsins. Ég veit hvað er indversku. Það var ekki viljandi. En þetta er Spooktober, eins og þjóðin heldur upp á Spooktober í hverjum október, þar sem að allir hver einasti einstaklingur horfir á eina hryllingsmynd minnstakosti á dag. Minnstakosti. Allan október. Það gera það allir. Það gera það. Þú gerir það allavega. Ég geri það, já, og hef gert, ég hef haldið það að sé eina dag síðustu 5 árin. Þetta sé 5 árin myndir það. Hver er versta hryllingsmynd sem þú séð? Svona bara kjánaleg. Ekkert skeri. Sko, ég sá þetta er, þú ert að opna hérna stórt box, vegna þess að ég hef alveg séð margar mjög slæmar. Já. Og hef meira þess að gert í ég og Gummi, vinur minn, þinn vinur þjóðarinnar, sem við hittum í gær. Við stundum fyrir nokkrum árum, og aðra var faðir, sko, var upptekinn, að þá hittum við stundum og horfum viljandi á svona slæmar hryllingsmyndir. Já. Sko, við horfum einu svona á grautlegilega, hún hét eitthvað svona, þetta var ekki, þú veist, Annabelle, en hún hét eitthvað svona Annabelle eitthvað. Og hún var tekin upp í einhvern kast, í einhverjum svona, hún gerðist í svona kastara í Bretlandi sem var líka svona safn. Og það var einhver dúkka sem og það gerðist ekki shit alla vindina. En þú veist, talað shit, það var ein hryllingsmynd sem að það var bara svona einn kúkalingur sem að lifnaði við eitthvað. Já, það er alls konar svoleiðis. Hvað hét sú mynd? Það var mjög fyndið. Það eru nokkra, sko, þannig Nokkra? Já, það eru það. Þetta er góð hugmynd, við skulum gera líka. Já, svo náttúrulega það er Ginger Dead Man. Kúkalabinn snýr aftur. Sko, ég vil segja að svona leiðilegasta hryllingsmynd sem ég sé sem að fólk oft talar sér góð og mæli með. Og nú vil ég ekki ef að Frikki og Lofís er að hlusta. En The Puppet Master er alveg afspyrnu leiðileg hryllingsmynd og ekki góð. En sumum fyrst og það er alltaf bara smekksatrið, fólk bara. En ég mæli með ef fólk vil í október horfa á góða hryllingsmynd sem er kannski svona einhver ný, að þá komu 2 æðislega myndir sem er bara til 2 af bestu myndum ársins í topp 5 eða eitthvað. Það eru hryllingsmyndir og það er annars vegar Sinners og Weapons. Báðar frábærar. Ég var búin að sjá eitthvað það. Já. Það kíkja á það. Kíkir á þær. Við hrættir. Já, undir teppi með koninni og jafnvel sininu, hann er eitthvað til í smáru, skeri. Er hann nokkuð ungur? Nei. Sko, ég var 5 ára þegar ég sá It. Já, ok. Það held ég scarred me for life. Já. Og það er nú ekkert land sem ég kíkti á sem myndi eitthvað bara, þú veist, það var eitthvað klippur á YouTube eða eitthvað. Null skeri sem þekktu við maður. En 5 ára ég var skítrættur. Já. Hann kemur hann upp úr einhverju í sturtubotni. Ég þorði ekki í sturtu held ég í ára eftir það. Og ég er ekki svona íkja, sko. Nei, ég skilði. Ég var traumatized, sko. Ég var 2-falt eldri, ég var 10 ára þegar ég sá hann og ég var einmitt, þetta var mjög skeri. Ég samt, sko, það var ekki hryllingsmynd, það var bara Neighbors, nágrannar á Stöð 2. Þegar ég var krakki, þú veist, var 8 eða eitthvað, að þá var söguþráður, eða þú veist, í einu þætti, að þetta var að gerist í Ástralíu, að það kom snákur upp úr klósettinu. Ég var mjög lengi, og ennþá þetta þá er ég stundum eitthvað svona, á ég að þóra þessi There's a snake in my toilet. Svo vitið segja. En það er ekki bara
það ekki bara grín og gleði. Jú, það líka grín og gleði, það ekki bara draugar og skrímsli og svoleiðis október, það líka grín og gleði. Já. Það líka uppistandsýningin segðu eitthvað fyndið. Mikið rétt. Sem þú ert með. Já, 9. október. Og hlustendur muna kannski, þeir sem að hlusta á síðustu þátt, að þú gafst, það sem myndi segja, allt of rausnarlegan afsláttarkóða. Já. Tótó 20 með stóru T. Já. Fyrsta T, stórt. Og fyrir 20% afslátt, sem náttúrulega bara, það gjöf. Það er bara gjöf til, og Spooktober gjöf til þjóðarinnar. Algjörlega, það er bara, má nota þennan kóða. Já, áfram. Til þess að kaupa miða eða 2 eða jafnvel 10. Bjóða vinnunni, fara saman. Já, nákvæmlega, vinnhópurinn kaupa saman. Já, mæti Tjarnarbíó. Geggjaðar afsláttur. Ég get sagt það að ég hef séð þessa sýningu áður og hún æðisleg. Þetta er heimsklassa grín. Og þú ert að tala þitt eða? Já, ég sést uppbytturinn það. Þú lofist alltaf hittur. Já. Þeir eru svolítið skeri. Hún alltaf var með hryllingsmyndafestival, þannig að hún veit eitthvað. En þú hefur verið í fréttum og í viðtölmúsleis út af þessu, út af að segja eitthvað fyndið, að plugga. En þú lendir svo sannlega líka í fréttum í vikunni fyrir kannski aðeins alvarlegur hlut. Þetta er mjög alvarlegur hlutur. Þetta var ekki lögbrot, en þú svona, þú settir á þig kveiksattir, þú Tótó seljar vætur svæðið, Helgi seljar TikToks og þú tókst fyrir Dominos. Já, þeir gerðu eitthvað svona grín myndband þar sem að þeir voru að putta eitthvað annan í rassinn. Já, bókstara, þetta fólk hvað, þetta bara bókstara það sem að... Já, eða þú veist ekki hvað annan, það var... Nei, einn annar var að, já. Setti einn puta í pítsu og einn puta í bossan. Í Pétur. Og ég sagði eitthvað, þú veist, bara var einhver sem að stitsaði og ég svona bara enginn sem var eitthvað þetta kannski ekki góð hugmynd að tengja rassapót við pítsur pítsun okkar við mat og þú veist var eitthvað ég var alveg hlæja þessu skil ég var ekkert svona þú veist ekkert brjálaður ég var ekkert falla í yfirlið af neykslan þú veist ekki mættur í í Harmageddon hjá Frosta Nóa nú er komið nú sniðgöngum við Vók Dominos stíkur putti en já það var gerðið fréttum og þeir endur með að fjarlægi myndbandið gerðu fyrst komment við vitum ekki hvað það tala já mér fannst bara hefur flottar að þau bara ekki back down með þetta sko já hefur gert bara annað TikTok stitsa þig og gert eitthvað svona fengið mér með þess að í TikTok þú veist bara lemja mig eða eitthvað ég veit bara með puttanum með skítur það er alveg hægt að gera eitthvað sniðut úr þessu þeir eittu og þetta er náttúrulega þeir eittu eftir þetta endaði á forsíðu DFF þetta var forsíðu frétt ég vissi ekki ég var búin að sjá TikToki sko en ég vissi ekki að þetta var að fara í DFF ég fyrir á DFF.is svo bara sé myndar fyrir ég hvað gerðist það? Hvað ertu búin að gera að og það sko eitt, nú vil ég ekki vera að gagnrýna DFF.is svo mikið flottir hafa vissulega aldrei skrifað neitt mig en nema en þeir endar einu sinni gagnrýndu þeir var gagnrýnt eina mynd eftir mig mjög jákvæð gagnrýni en það er annar mál en þeir eiga til þeir eiga óþolandi kæka svona að þeir að plata fólk til þess að lesa fréttir fótbolta þeir eru líka með hana fótbolta og þeir gera svona fyrirsagnir sem eru villandi að sé fótboltaheimin þannig að það er alltaf bara eitthvað svona þú veist þessi frægi einstaklingur þú veist, í fangelsi verið að myrða eitthvað hver var þetta? Tom Cruise eitthvað þá var þetta einhver sparkvörður hjá Manchester City skilur bara who gives a fuck sparkvörður það er mjög eftirsótt staða það var hægri vængur, ég veit ekki það var eitthvað en þú veist til sparkvörður, ég veit það ekki nei, en þannig að þegar ég sá andlið þetta er markvörður og það er til það sparkast þetta í boltan það er sparkast, já, ég segi sparkvörður það er, þú ert að verja spark frá fólki
En þannig ég held að þú hefði sagt eitthvað fótbolta eða gert eitthvað, þú væri eitthvað Þórhallur Þórðarsson eitthvað svaf hjá Hermann Hreiðarsson, hvað heitir var það ekki eitthvað? Jú 1972 Nei, ég veit ekki, ég þekki ekki heldur einu sko. Nei en hérna, já þannig að þetta var Pizzagate Íslands En ég segi bara, þú veist, þið þurfum ekki að hætta að panta neitt hjá dómunum. Nei. Þú færst þess, undir þínu nafni. Ég ætla að bíða í smá tíma, ég þori ekki alveg að panta. Ég nefndi ekki að fæna með ekstra slummu. Með ekstra hatursslummu. Ég var að taka sopa, akkurat þegar þú sagði, þetta var ekki hræðilegt. En, já, einmitt, ég held að þú ættir að nota nafn koniðinnar eða vinna eitthvað svona til þess að það kannski ekki samt mjög erfitt fyrir að komast að því, þú veist, ef þið fóru prófílu minn þá svo, ok, það annarkort Þórhallur eða Kristín best að bara setja einu slummu til það vonum að vara ef þetta er Þórhallur að panta en ekki, ég er bara saklaus með þáttastjórnandi ég ger ekki neitt, ég kom ekki nálagt ekki slumma mig ekki slumma pítsuna ég hef ekkert góða hluti að segja bæði bossapot og dómir ég er fylgjandi bossapot en það er komið að ári vikunar já og það er 1967 betur þekkt sem 6-7 þú sagði mér að þessi þáttur og þetta approach myndi laða að unga fólki þetta mun laða, þetta fær gúns til okkar fellow young kids já, við viljum gúns við viljum skinkur við viljum rakka er það ekki löngu búið? hvað er fólk kallar það er Thoughts og goons og hotties það er enginn að segja það okkur en það er 1967 sem er fínt, þú veist, við höfum tekið 69 en veistu hvað þetta 6-7 er? Já, þetta þýðir raun og ekki neitt þetta er byggt, þetta er sko, það var lag með Skrillex og þar segir einhver, meðal annars segir eitthvað 6-7 af því að hann segir eitthvað annað líka það lag, sá bútur, er notaður síðan mikið í svona TikToks og Reels og YouTube myndbönd í körfubolt eitthvað og þá er svona, það notað sem þú veist einhverja drippla eitthvað og svo skorur hann ekki ekki marka og þá kemur 6-7 eitthvað og þannig að þetta verður svona mím en þetta þýðir ekkert, þetta er ekkert eitthvað svo, þetta er svona skibidi já, þetta er skibidi Ohio Riz toilet eitthvað og ég ætla, þetta er, þegar að heyra núna upptökur þetta er síðasta mými sem ég mun vita eitthvað því hérna í frá er ég í myrkri og ekki er ljósi bjart þegar kemur að þessu nei, það er örlítil ljósa glæt ég er alveg búinn að missa en þetta er mjög desperate hjá okkur en sjáum hvað gerist en ég sá nú samt að Glacier Cuts sem er aðal klippi hetja Íslands unga fólksins hann setti podcast okkar í story hjá sér þannig að við kannski erum að fá okkur á gúns hlustendur það er aura punch í því það er ekki að við sem aura farming en við erum cool við erum með riss það er ekki riss vandamál hér ég er ekki með riss vandamál þið með eiga gúns, þið getur farið og bygga upp einhverja þottis með þessu brandara en allir undir færtur og slökk og líka yfir þeim hvað er það að tala getið bara að tala það sem gerðist 1967 það er bæðið með árið sem babbi minn fæddist það er bara skemmtilegt að nefna það en á Íslandi árið 1967 bjuggu það bil 200.460 manns þannig að það er basically helmingurinn af í dag, við erum basically múið tvöfaldast það er svolítið á þessum árum það er 200.000 það er bara eins og Reykjavík það er bara pældu út all land og það er náttúrulega þetta er
við skulum ekki fara út í pólitíkina en það er meira líf út á landi það eru bæir og allt þú veist þannig að það verið voða en allir maður hafa upplifað það þannig það er spurning sko en getur ímyndaðir þú veist á þessum tíma þú býrð í 200.000 manna landi með nokkrum bæjum og eitthvað svo ferðu þína fyrstu ferð þú veist til London þú lítur að fá bara 200.000 manns í einni guð já nákvæmlega þú lítur að fara í menningarsjokk og já allavega og það búa 200.460 manns og samkvæmt verðlagsreiknivél Hagstofunnar voru 1.000 krónur í dag giskaði 4.000 0 krónur hæ? Þannig að það er kannski ekki alveg hægt að marka það er ekki alveg að marka þetta er eitthvað svona þú veist, af því að þetta er náttúrulega ekki nákvæm vísindi eða þú veist, þetta er svona, það eru hluti sem spilinni þannig að við getum ekkert yfirleitt þá segjum við þetta til þess að það sé að hafa í huga verðin og eitthvað svona en það er ekki tækt núna það er bara verðlagsreiknivél hvernig maður geta að vita bara nákvæmlega hvað rjóminn kostaði nákvæmlega það er engin hjálp hjá verðlagsreiknivélinni En alþingiskosningar voru haldnar 1967, þar sem viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins hélt meirihluta sínum þú náttúrulega mast ég var ekki þetta er einn að fá þáttu þess að þú hefur afsökun til þess að muni ekki raskat ég var ekki til En fættist á Borgarspítalanum í Fossvogi? Nei, ég held ég að fæðist á Eggertsgötunni sem núna eitthvað svona augdeild eða eitthvað það var fæðingar Þegar ég spyr nú bara vegna þess að Borgarspítalinn Fossvogi var formlega tekið notkun 28. desember 1967 og hafði fyrsti sjúklingur verið lagður þar inn 3 mánuðum áður 28. september það er náttúrulega bráðamóttakan Þannig að þú er líklega sko, hefur þurft að sækja hjálp á bráðamóttökunni? Já. Ég var alltaf að brjóta einhver bein því ég var yngri sko, ég var alltaf að klifra eitthvað og þetta. Já. Ekkert á Villandsvarum? Nei, ég verið minna að klifra þá. Nei, ég hef til dæmis þurft að fara út að bara gallsteinum, nýrtasteinum, alls konar steinum. Það var eitthvað svona augvesen á mér ég var alltaf með hornhimnan var að en ég fór ekki þangað ég var alltaf sendur eitthvað annað þannig að ég hef ekki fara á ekki svo í muni allan mjög langt síðan Mikill snjór var þetta ár Mikill snjór Mikill snjór var þetta ár en á Raufarhöfn mældist 205 cm snjódýpt sem þóttu með fádæmum í fjallbíli það er svo leiðis maður og á sama tíma mældust 58 cm í Chicago hríðinni í Chicago sem var met það er svolítið mikið með úglönd en samt bara 1/4 af því sem var á Raufarhöfn þetta er alltaf betra og það er ekki einu allt miklu starra og betra á Raufarhöfn og það er ekki einu sem tala skilu þú veist Raufarhöfn hríðina eitthvað það er ekkert merkið þetta var bara venjulegu miðvikudagur á Raufarhöfn Fyrsta handhelda reiknivélin var fundin upp 1967 og kom marka árunni senna það er bara svoleiðis það ég veit að þú og reiknivélið þegar þú var krakkað þegar það var ekki hægt að rífa ykkur í sundur hvað er þú allar sig ekki inn í herbyggjuleika sem þú fórst upp að reikna eitthvað út ég reikna með því þú varst alltaf að fara upp á fullt fólk var eitthvað segð tölu 68 segð aðra tölu 58 68 delt með 58 eina skipti sem ég notaði vasareiknin það var til að gera boobs mér finnst ennþá ég sá bara daginn ég veit ekki af hverju, ég var ekki að leita upp í ég er ekki það barnalegur það sem að eitthvað svona töframaður sagði eitthvað svona við eitthvað, þú veist, eitthvað nefndu tölu, þú veist, eitthvað, þú veist og svo, þú veist, hvernig áttu ammali eitthvað, og svo deilt með þessu snýr við og þá stóð boobies og það var engin leið til þess að aðfatta og maður bara, hvað er í besti töframaður allar tíma einu galdrarinn sem ég er áhuga ef Harry Potter hefði gert þetta nákvæmlega en okkar maður, Che Guevara og skærulegar hans voru handteknir í Bolívíu og teknaði lífið daginn eftir 1967 okay. það er nú ekki langt síðan
Þetta næra maður heldur. Já. Og ástarsumarið, The Summer of Love, var sumarið 1967, sem var stór atburður sem markaði mót menningarlega stefnu, counterculture. Já. Þegar áætlað að 100.000 ungmenni hafi safnað saman í Haight-Ashbury hverfinu í San Francisco. Það var Woodstock. Nei, Woodstock 2 mánuðum seinna. Þetta svona uppbytunin fyrir það pínu. Og svo seinna haustið hófust fyrstu sýningar á söngleikunum Hárið, sem einmitt svona hippa. Þetta var hippa tímabilið. Við erum í miðjunni þarna bara á The Swinging 60s. Nei, hvernig var það? Ekki það sem þetta var. Blóma tímabilið. Já, mákala. Allir friðinir og elskar friðin. Einmitt. Og setja pístakna eitthvað. Frjálsar ástir og... Já, og segja run Forrest run, eða ekki, gerir þú ekki. En það þetta svona hápunktur pínu hippa tímabilið sem að endar þannig Og pabbiðin að fæðast þarna. Já, í hippa. Eftir ykkur orgíur líklega. Herðu, talandi orgíur. Okay. Við erum með spurningu til hlustanda, endilega sendu okkur mail. Hafið þið við eigum minningu. Við eigum minningu. Hvað er þetta að fara með þetta? Ég á stressaði. Að það hafi verið atburður á Íslandi þar sem að það hafi verið fólk hélt að heimsendir eða eitthvað og allir fóru að ríða hverju öðrum, þetta var ein nótt. Það var rafmagnslaust eða eitthvað og það hélt eitthvað, allir fóru að ríða og 9 mánuði seinna þá eignaðist eitthvað með mikið af börnum og eitthvað svona. En ég man ekki rafmagnsleysisbörnin. Mér myndi að það hétu heimsendisbörnin en það hefur kannski verið rafmagnsleysisbörnin. Munið þið hvað ár þetta að ég pröfa að kúkla. Já, við erum búin að leita á internetinu. Leita á internetinu, spyrja fólk, það veit engin neitt. En mér rámar í eitthvað, það var rafmagnsleysi og allir fóru að knúsast. Já, við minnir einmitt að það hafi líka heimsendir hafi spilað sinni í þetta eitthvað svona. Eða þú veist eitthvað að þjóðverðin að koma ef þetta var í seinni heimsendir, eða þú veist eitthvað svona. Að ég man ekkert var... Ef ykkur kannast þetta, sendu okkur. Ef ykkur á börn sem að urðu til þannig. Ef þú ert rafmagnsleysis En árið 1967 þá get ég sagt að þetta er stórt ár fyrir þig. Vegna þess að Big Mac var kynntur til sögu á Pittsburgh stöðum McDonald's og var svo seldur land allt næsta ár. Big Mac þekktur allan heim og oft notað sem tákn bandarísks kapítalisma og hnignunar. The Economist hefur notað hann sem viðmiðun til að bera saman framfærslu kostnað í mismunandi löndum eða Big Mac vísitalan. Þar sem hann er svo víða aðgengilegur og sambærilegur milli markaða. Hvað kostar Big Mac þarna? Hvað kostar? Þannig að við vorum ekkert, þið gerir grín að rjómanum við erum með rjómavísitöluna. En í tilefni þess, hvað sagði það? Nei, þetta er bara gott til að svona setja hlutina í samhengi. Hefur þið séð, ég mæli með, ef við erum nú að mæla með bíómyndum, hefur þið séð myndina The Founder með Michael Keaton? Nei, ég hef séð hérna svona eitthvað klippur úr og það er stofnanda McDonald's eða þá er einhver bræður og hann eitthvað svona svindlaði eitthvað á þeim og svona skráði sér sem stofnanda mjög góð mynd mælum með það er allavega leist vel á það sem ég sá og örugglega ekki hann sem fann upp Big Mac, það hefur verið einhver hann er stólið í eitthvað leika það ég veit til dæmis að fish fillet, hvað heitir McFish eða hvað sem það heitir, fiskiborgarinn hann var til þannig að það var einhver sem átti McDonald's virkar þannig fyrir það sem ég veit að það eru svona franchises þannig að þú licensera það og það er náttúrulega að fylgja því reglur og þú ert að vera með ákveð matseðil en þú rekur búðina og það var einhver sem átti í einhver svona mjög kaþólskum kaþólsku hverfi sem þýddi það að á föstudögum þá seldist engin borgarar af því það var allir, þú veist, þetta var náttúrulega líka þetta er, þú veist, fyrir 50 pluss árum eða eitthvað, þannig að fólk var stráng kaþólskt þannig að hann fer til Michael Keaton og segir, herðu ég er ekki að selja þetta á föstu, þannig að þú veist, þetta er bara mega vesen fyrir mig og ég geti þurft að loka eitthvað en ég er með hugmyndað borgara sem geti rettað allir og það er fiskiborgari og hann var eitthvað, nei, það mun aldrei vera neinu Þú ert rugglaðir, þú veist, farið heim til þín og hann fór heim til þín, svo fer hann aftur til hans og eitthvað og aftur og svo í fjórðaskipti eða eitthvað, þá hittir hann á hann í svona gambling mood, veðmálstuði og hann segir við hann,
þú situr fyrst fyrir leið og svo þú ert með þá hugmynd, ég með hugmyndum minni eigin borgara sem að ég man ekki hvað hann hét en það var basically brauð með ananas og kjöti og hann var ekki, ég held að það sé the next big thing settu þessu 2 borgara á matseðilinn og sá sem að vinnur verður fer út allandi og það sjálfsögði alltaf bara seldist mókaðist út fiskiborgarar og engi vildi ananasborgaran sem sko þetta ekki eins og að þú hugsa ég minnst ananasborgarar en þá ertu líka með kannski með barbecue-sós þetta var bara 2 brauð patti, bara svona buff og ananas þetta eitthvað aðeins meira það er eitthvað sósu og eitthvað svona eitthvað juicy, kannski smá bacon eða skingu eða eitthvað. Erst þú ananas heitur? Nei, alls ekki. Mér finnst, og pizzu, mér finnst geta verið ómikið af því á pizzu. Skilji. En, þú veist, þú ananas pizzugur? Ananas lover. Já, mér finnst það. Og svo líka það þarf ekki alltaf að vera. Ég held að fólk líka sem hatar ananas pizzu fólk sem bara eitthvað svona tekur eitthvað úr niðursöðu dós saxar niður hendur að þú veist, ekkert að spá í það er hægt að fá piklaðan ananas, það er hægt að sitja það er alls konar leið til þess að drepa kött more than one way to skin a cat en í tilefni Big Mac þá ætla ég að láta þið blind ranka 5 svona trademark borgara hvernig myndi maður að segja þessu svona bara þekkta borgara þetta eru aðal borgarna þeirra og við byrjum að sjálfsögðu með Big Mac ég 1-5 ég ætla bara að smella honum í 3. sæti Ert þú svona gaur þegar þú fer til útlanda er fyrst að stopp McDonald's? Það mjög oft ekkit endilega út af því að ég svo spenntur að því það bara svo ógeðslega þægilegt maður er ógeðslega þreyttur búin að vera að ferðast og það bara á hverju horni eitthvað McDonald's og þetta bara eitthvað, ég nefnir ekki bara, þú veist, þetta svo auðvelt. Það mjög langt sér, en ég er Burger King gaurinn, sko. Ég er alveg... ég er meiri McDonald's, sko. Það er bara litlu góður. Já, bara klassísku, bara, já, það er náttúrulega, og þeir náttúrulega kosta líka, þú veist, 1 evru eða eitthvað, það er ekki... þetta er geggjað maður. Maður sér auðvitað fyrir Metro sem í Íslands McDonald's og það er eitthvað tilbúið þessi borgar 900 krónur það er ekki pælingin herðu, klassískur búli úr búlunni bara klassíski búluborgarinn annars sæti Whopper, talandi Burger King 4. þá 4. Heimsborgari Metro sem er Big Mac-in þeirra hann er mjög góður sko en mér finnst ég verð bara að henda honum í fyrsta betri en Big Mac og betri heldur en bulli frá bullunni sko ég get náttúrulega ok og lókum original KFC borgarinn það er hversu sáttur ertu við þessa þetta er svona 6 af 10 sko þetta var þetta er controversial þetta er hot take city ég set út á þetta sjálfur sko. en ég standi við þetta og endilega sendu okkur mail með ykkar eigin ranking þegar það var ekki blind ranking bara ykkar eigin ranking af hérna og þetta er líka svona, ég vildi ekki hafa Fabrika eitthvað svona veitingahúsa borgar það er að vera svona skyndibita borgar algjörlega hefur Five Guys smakkað Five Guys veistu það, hef ég aldrei smakkað Five Guys en ég hef svo oft oftar einu svo oft hef ég verið í ykkur borg það sem er að opna Five Guys eftir að ég þeir eru svona það er alltaf bara, og stundum það hefur bókstara verið bara eitthvað, ég er að fara þú veist 3. og það er bara eitthvað 4. ég er það fucking grínast í Five Guys ég hef svo góða hluti sko, mér langar það er næsta næsta útlæðanferð þá mun ég googla hvar er Five Guys opinn, ekki hvar það er að fara að opna þetta er vel svo eitt sko það ekki er þetta ekki svona, þetta er meira þetta er ekki junky og McDonald's þetta er alvöru þetta er juicy og mikið en þú þarft sko að panta allt þú þarft að taka allt fram þú veist bara ég ætla að fá sósu ok þú veist það er bara þú
þú velur algjörlega bara, ég ætla að fá kjöt, já. Ég ætla að fá sósu á kjöti ég ætla að fá brauðið, skilur þannig að þú þarf bara að vera vissum að þú þarfst að taka allt fram það sem þú vilt það er sem er alveg fínt ef maður veit það því núna veistu það núna veit ég en ég veit með þegar ég heyrst eitthvað svona kana tala fangast, það var alltaf hvað það sé dýrt, en ég held að það sé bara af því að einmitt árið að velja sér ómikið já, líka bara það, þú veist í Bandaríkjunum það kostar Big Macin $2 eða eitthvað, þá þú veist þetta er $4 fyrir borgara það er á hausinn en atburður ársins 1967 8. apríl Bretland sigraði söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva með laginu Puppet on a String sem Sandy Shaw söng. Þetta er lag sem að ég minn alltaf getum ekki spilað en þú hefur heyrt það og ég tekka á því að því var eitthvað hvað fucking lag Puppet on a String Puppet on a String það var nákvæmlega svona það var eitthvað svona, þetta var mjög líkt hérna Kisses for me say þetta var alltaf frá því tímabili 28. apríl bandaríski nefaleika maður Muhammad Ali hafnaði herþjónustu og var þá sviptur öllum titlum og bannað að keppa í 3 ár þetta er hann alltaf, þetta er 67 já árið 60 þá er hann 18 ára gamall þannig að hann er hann að 25 þegar hann 18 ára þá vinnur hann ólympíuleika vinnur hann gull, ólympíugull og það er mjög eina svona þú veist, uppáhalds Muhammad Ali samin og uppáhalds íþróttsal, þetta er eina skiptið sem við dýfum stórutorni í íþróttavatni það er að þetta er svona uppáhalds íþróttsal mín er það, þetta er árið 1960 þetta er þegar það er Jim Crow í Bandaríkjunum lögin þú veist að það er aðskilnar og svartir með ekki borða á hvítum og fara á Jim Crow og allt þetta hann vinnur gullið, hann kemur heim og í heimabæði sinn og þeir eitthvað herru, þú vannst gullið þú fær hérna lykil á borginni sem virkar bara þannig að þú mátt fara og borða á veitingastöð þar sem hvítt fólk borðar og þú mátt vera þar sem hvítt fólk er hann eitthvað, takk fyrir það svo fer hann á einhvern veginn stað, tekur þú fjölskylduna með og fólk er bara, nei, þetta er fyrir þig ekki fyrir neina aðra þau fengi þú veist, viniðinn og fjölskylda þeir geta að fara sem svartir með að vera þannig að hann fer í ána hjá mér hendi leiknum í og hann segir ef þetta er ekki fyrir alla þú veist, alla svarta, þá er þetta ekki fyrir mig og hendir í vatni og þess vegna var hann the greatest eða hefur séð Ali sem Will Smith lék já, svo segir hann sko hann segir í einu lagi Will Smith segir hérna að Muhammad Ali hafi sagt við hann you're the greatest það eru stór og ekki lígur Ali hann sagði taktu frá mér, ég er bóksari en þið langar að bitslappa einhvern upp á sviði þá bara gerur það ég ætla að gefa þér lykil og stöndum og gera svo vel 4. júní Reykjavíkurganga eða Reykjavíkurganga 1967 gegn herstöðvum fasisma á erlendri ásælni var haldin til að minna á baráttuna gegn erlendri hersetu. Í yfirskrift og auglýsing fyrir gönguna var meiri áhersla lögð á alþjóðlega baráttu en tíðkast hafði í Keflavíkurgöngunum. Þannig var tekið fram að gangan beindist gegn árásar og yfirgangsstefnum Bandaríkjanna jafnt á Íslandi sem í Víetnam og stuðningi þeirra við fasistaöfl á Grikklandi og í Portúgal. Gangan hófst við mót Suðurlandsbrautar og Langholtsvegs og var gengið Laugarneshverfið staðnæmst var við menntaskólan á Hamrahlíð. Það er svoleiðis. Við Hamrahlíð. Já, ok. Veistu, fóru fólkdæðinir í þetta, var eitthvað? Bróðurinn alltaf fættur árun áður. Já, þannig að fólkdæðinir eru fullar einstaklega. Já, þau eru þarna, sko, já, tvítut bara. Ég veit, þú allir ekki bara verið í fullu fangi að ef ég þekki bróðum mér það er búið að vera reysan á hann sem fættist hann var auðvitað grenjandi já þú tekur í grenjandi barn í göngu nei þannig að já þau voru auðvitað sinna honum já stóra hausnum á honum 5. júní Surtseyjargosi Er þetta þýpura? Nei, þetta er bara barn á okkur svona ótrúlega stórt höfuð 5. júní Surtseyjargosinu lauk, það hafði þá staðið yfir í 3,5 ár. Já.
Það er langt gos. Já, það er það. Mér fannst skrítið að vera að tala Íslands ára og ekki nefna eitthvað með eldgos. Þetta var bara það fyrst að gerðist. Nákvæmlega. 1. júlí, Evrópubandalagið var myndað með sameiningu stofnana Efnahagsbandalags Evrópu, Kola- og Stálabandalags Evrópu og Kjarnorkubandalags Evrópu. Ok. Þú próf eða móti? Nei, við skulum halda þessu ópólitísku hérna. Nákvæmlega. En 23. ágúst frægur, þetta nú við erum búin að setja hægri stóru tá í íþróttavatni. Já, hvað nú? Svo það vinstri. Frægur knattspyrnuleikur milli landsliða Íslendinga og Dana fór fram á Idrætsparken í Kaupmannahöfn. Danir sigruðu 14-2. 14-2. Þetta árið einmitt sem pabbi minn fæðist. Þetta er 24 áður en ég fæðist. Ég heyrði leik sem krakki þetta var frægt það. Þetta frægt það, við vorum bara með áfællisstreitur sem þjóð yfir þessu. Vorum mjög vissum að við myndum vinna áður. Já. Og ég vil taka fram að ég náttúrulega fæ mikið af þessum upplýsingum á Wikipedia. Og ég fór á Wikipedia, enska Wikipedia og sá til þess að kynna mér meira þennan leik. Og þar var einhver Íslendingur búinn að bæta inn smá setningu sem fjallundir background sem Íslendingur það smá samhengi þetta tap. The Icelandic team consisted mostly of players from the U23, so under 23, which had recently won the Norwegian U23 and played well against Sweden U23. Það er svona... Ok, við kannski töfum þessu leik. Það 60 ár síðan. Satt einhver Íslendingur, hei, smá, við unnum við saman. Og þetta var bara því þú vorum með svo unga leikmenn. Þetta var raunur bara ofbeldi. Ungum leikmenn. Aðeins að útskýra þetta. Nei, við bara... Raun og veru unnu við. Í raun og veru... Ef þú setjum þetta ekki rétt samhengi, þá eiginlega unnu við, sko. Ég væri samt til, 14, burt sér frá ef þetta væri bara einhver lið sem ég var að dölda saman. 14-2, það 16 mörk. Það 16 fleiri mörk en í flestu fótboltaleikjum. Já. Ég nenni ekki ára á fótbolta, það engin mörk, aldrei nokkuð tíma. En 16 með ég til í það. Það nánast bara handboltaleikur, sko. Það í raun og veru. 10. október, Póstverslunin Hagkaup hóf að selja matvöru í verslun sinni við Miklatorg í Reykjavík með lægri álagningu en áður þekktist. Póstverslunin? Já. Póstverslunin Hagkaup. Þannig að byrjaði sem póstþjónustu? Ég býst því að þú opnaði katalóg eða svona magasín og valdir og ég vil fá þetta nýjasta frá Danmörku. Ég man eftir og ég nú ekki gamall og ungu sem myndi segja ég sé ungur gún 6, 7 sem myndi segja ég sé bussin for real en þegar ég var krakki að þá man ég að mamma fekk í pósti svona katalóg frá H&M og þá merkti hún við það sem hún vildi og sendi út og svo var sendt heim. Þetta tók mánuð. Já. En núna þá var bara, það myndi enginn, þú náttúrulega fer bara á temu.com eða eitthvað og vel. 10. nóvember, Strákagöng við Siglufjörð voru opnuð. Finnst þér eitthvað fyndið við nafni Strákagöng? Já. En ég ætla ekki að fara á það. Ok, við fyrir þá í loka atbyrðarsins. Hittum í Strákagöng. Það er svona geðslegt. Jájá. 12. nóvember, Flatey á Skjálfanda fór í eyði. Náði íbúafjöldi mest að vera 120 manns 1943. Ok. Fiskveiðar voru aðal atvinnuvegur eyjaskeggja, auk kvik, fjárræktar, en hlunnindi voru einnig nokkur af rekaviði, fuglavarpi og sel. Já. Þá veistu það vitið þið allt Flatey á Skjálfanda. Wow, spennandi. Væri þú til að búa á 120 manna eyju? Þetta pínur svona nei, veistu, ég held að ég
Gæti það ekki. Líka ég held að það væri svona, þú væri alltaf með yfir þér svona, þetta fer að enda, þú veist, þetta er eitthvað þetta er ekki að fara að endast að eilu 120 var það. Já, nei, það er ekki fyrir mig. Annarkvort mun bara gera sem gerðist fyrir Flatey, eða hefur þið séð Midnight Mass á Netflix þættina? Nei. Það er frittingsþættir og það er mitt gerast á eyju það sem búa svona cirka 120. Já. Það er eitthvað svoleiðis að fara að gerast. Herðu, það er ástsælasti liður tímars, kæri Tótó. Það er svoleiðis. En ég vil byrja á, þetta er samt tengt kæri Tótó, að árið 1967 þá skrifa maður nokkur til Morgunblaðsins og spurði hvort sjónvarpi geti ekki sýnt aftur hluta af filmunni úr úrslitaleik Bretlands og Þýskalands í heimsmeistarakeppninni. Hann vill fá vafamarkið aftur og vill gjarna að það veri sýnt hægt og rólega svo að betur verði að átta sig á þessu. Þessi maður var að finna upp replay. Pælti því. Fítusinn. Þú þarfst að byggja og sýni þetta hægt. Já. Þú veist, þetta er bara eins og að einhver myndi skrifa til Morgunblaðsins 1967. Þið er bylting bara, einn gaur sendir inn og þeir eitthvað. Replay. Beint til Bretlands með þetta til Sky News nýjasta ný endurspilun. Þetta er bara eins og ef hann myndi senda bara, eða þú veist einhver maður bara nenni að sína kvikmyndina Sound of Music en með að leiksturinn sé að tala yfir svona smá kommentari yfir. Þetta er bara, þetta er nýjasta tækni og vísindi hérna. Snild. En það er kæri Tótó. Kæri Tótó, þú verður að hjálpa mér út úr ólukkans vandræðum sem ég er illu heilli og að ófyrir sinju lentur í. Þetta er ykkur 14. Svona talaði 14 ára krakka, en þetta er að vísu ekki, ég get spoilað þetta er ekki alveg 14. Svoleiðis er mál með vexti að ég hef verið giftur í fjöldamörg ár, lifað í farsælu hjónabandi og þar hefur aldrei borið nokkurn skugga á. Hann er 15 ára. En nýlega gerðist það að systir mín ein sem giftist ung til Ameríku átti leið hér á heimleið frá Evrópu. Kona mín var ekki heima en ég vissi að flugvélin átti að lenda í Keflavík og hafa þar viðdvöl í hálfan sólarhring. Svo ég keyrði suður eftir og sótti systur mína og bauð henni síðan að borða í þjóðleikhúskjallaranum. Þar þurfti auðvitað vinkona konu minnar að vera og hringdi strax í hana morguninn til að segja hvar ég hefði verið og með annarri konu. Þá var ég að vísu ekki komin heim en hún hringdi líka svo snemma. Kona mín var ævareið og hringdi svo skömmu seinna til systur minnar í Ameríku en þá kannast hún ekkert við að hafa verið hérna. Þá kímni skiljir hún reyndar ekki. Þetta er bölvaklandur sem ég komin í konuna vil ég alls ekki missa og segir mér nú hvað ég á að gera vafningalaust. Kveðja eigin maður í vanda. Já, vafningalaust. Ég hef sagt þetta bara. Vafningalaust og umbúðalaust. Þannig að hann fór út að borða með systur sinni. Já, sem að var rétt bara í millilandaflugum. Og svo verið að tjekka á þessu og þá lígur hún bara. Hún lígur bara, segir ég kom aldrei til Íslands. Ég kannast ekki. Ég segi þér vafningur. Ekki hef ég stigið fætti á fróni. Já, þetta er ekki góð systir. Nei, en við skulum hafa en hvað var hann ekki komin heim? Það er einmitt mjög góð spurning og við skulum hafa, það gæti náttúrulega verið að þessi maður sé að ljúga þann hafi verið með viðhaldið í þjóðleikhúskjallaranum. Þetta var aldrei ok, þetta var líka skrítið að stoppi hálfan sólarhring. Hún stoppar í hálfan sólarhring, þú fer til Keflavíkur, býður hún að borða í þjóðleikhúskjallaranum. Það hlýtur að vera eitthvað matsölustaður í Keflavík þar sem þið hefði getað. Já, ég bara komdu heim, þú veist líka bara kíkti fiskibólur heim, skilur. Og þú eldað, ég kall maður árið 1967. Hei, sýstir, gaman að sjá þig, komdu heim og eldað fiskibólur. En já, þetta og þú veist, sko bara leiðum hann sagði að hann var ekki komin heim já, mér veist það, systrin, vinkonan hringir í konuna svo snemma þannig að hann var ekki heima. Hvar var hann? Já. Hann hefur verið með viðhaldinu. Þetta er eitthvað dúbjus. En ok, gefum okkur það að hann sé bara hafi verið að halda fram hjá. Hvað á hann að gera? Á hann að halda fram með lígina? Á hann að viðurkenna? Hvernig á hann að halda fram með lígina? Já, hann getur svona sannið þetta. Já,
Tókstu myndið það? Tókstu Já, þetta eitthvað. Já, ég held annarkvort losaði við konuna eða systurina. Það er illa að fara upp í góðan mann bara flyttu í Flatey og já, það eru 50 konur sem getur svo og 50 kalla. Herru, það kvikmyndir. Já. Movie Quiz Extravaganza 1967. Yes. Þar sem að ég lýsi söguþræði kvikmynda og þú átt að giska hvaða mynd það er. Það svo les. Fyrst er það James Bond deyr og snýr svo aftur til lífs. Hvað hitt? Já, ok. Nú náttúrulega er þetta eitthvað James Bond leikar, þetta er ekki James Bond? Nei, þetta er the one and only James Bond. Og ok. Sögurþráin er þessi og titillinn gefur til kynna hann hafi já, akkur man ekki hvað You only live twice. Já, nákvæmlega. Þess ættir nú að veita. Gömul gröð kona tælir ungan ríkugan mann. Dustin. Já. Mrs. Robinson. The Graduate. The Graduate, já. Ræningjapar. Já, Bonnie and Clyde. Heldur betur. 12 skítur kleinurhingir. Það er 12 Angry Men. Nei, það er The Dirty Dozen. The Dirty Dozen. Það er gott gisk. Að lokum, öll dýrin í skóginum eru ekki vinir. Sker á hálsaskóur. Wow. Þetta er komin hillisvill fyrir Spooktober. Nei, skógalíf, Jungle Book. Já. Mowgli. Annars má nefna síðasta kvikmynd Charlie Chaplin var frumsýnd í London þetta ári. Veistu hvað mynd það var? Síðasta myndin hans? Já. Mér finnst eins og ég á einhvern tímann lesa það. Nei, ég er samt ekki sko. Greifinjan frá Hong Kong. Nei, ok. Sem ég vissum hafa verið mjög sensitive gagvart asíska. Einmitt, já. Ég hef ekki séð síðasta myndina, ok. Já, ég hef ekki séð hana sko. Ég hef séð nokkrar. Ég meðal annars fór á hérna í Eldborg, það sem var symfónían. Já. Var að hérna. Hugsa hvað var heppilegt að hann var með þú skóðar öll líka. Já. Búin að vera frægur, þú veist, í þöglumyndunum. Já. Svo bara komið tal og hann er Hi, Charlie Chaplin. Það var með flott rödd líka sko. Já, hann alltaf einu af svona frægustu ræðum kvikmyndasögunar, ég myndi segja ennþá þetta dag. Dictator, algjör snill sko. En það náttúrulega eiginlega mikið af ferlum hann þegar var verið að færa úr þögl yfir í. Já, hefur ekki heyrt að hann hafi fundið upp casting couch? Nei, ég hef ekki heyrt það, en ég las það einhvers staðar að hann hefði verið svona, þú veist að eitthvað misnóta leikonur. Já, sem er ljótt. Já, og sko hann hefði verið með eitthvað svona fetti sem var að kasta rjómatertu fram. Ég veit ekki hvað ég var að lesa. Þú las cream pie og þú sagði, er það að kasta rjómatertu? Nei, það var tekið alveg fram að hann var að henda tertum í. Já, ok. Ég veit ekki, þú veist, þetta er náttúrulega bara eitthvað. Ég má ekki að lasa þetta. Ég trúi því alveg að fattur að hann hafi kannski stundað, en ég held að hafa enginn þurft að finna upp casting couch. Nei, en það var bara orðað eitthvað þannig svo hann. Já, hann kannski var fyrst þess að gera það alvöru sófa, eða þú veist, Já, kom í pröfu fyrir myndina svo var það aldrei mynd. Já. Það var eitthvað svona viðbjóður. En ég veit ekki til það. Þetta var eitthvað. Ljótt. Og vonandi eitthvað sem er hægt í dag eftir Me Too. Já. Charlie það er ekkert annað grín. Ég ætla að koma með eitthvað. Charlie 2. Bara hætta þessu. Herðu, tónlist, sumir segja að árið 1967 hafi verið mikilvægasta árið í alþjóðlegri dægurtónlist. Já. Og þeim til sönnar þá ætla ég að nefna bara nokkur af þeim lögum. Okay. Við erum að tala lög eins og Somebody to Love. Don't you need somebody to love?
Light My Fire, Come On Baby, Light My Fire. Purple Haze, Hey Joe, Hey Joe. Hey Joe. Já, ekki Hey Joe, Hey Joe með Jimi Hendrix. Hey Joe. En talandi bílana, Strawberry Fields Forever. Já. Strawberry Fields Forever. Penny Lane, Sunshine of Your Love, sem hérna betur þekkt sem í Goodfellas. Lucy in the Sky with Diamonds, A Whiter Shade of Pale, Try a Little Tenderness, White Rabbit, I'm a Believer, and I saw her face, Happy Together og að sjálfsögðu Van Morrisons Brown Eyed Girl. Þetta svaka maður. Þetta rosa, getur ímyndaðir að vera, þú veist, 18 ára eða hann bara, það bara snjóflóð af góðri tónlist, góðum lögum. Áramótaskaupið 1967, það voru 0 blackface. Okay. Og þetta var annað áramótaskaupið, þeir byrja áramótaskaupið bara á fyrsta ári. Já, það svoleiðis. Og það eru 0 blackface, 0 bara lituð andlit. Vel gert. Vel gert, tölur betra hægt að segja bara 40 árum seinna. Já. Það var bara glens og gaman og góð tónlist. Flosi Ólafs fór með skrif og leikstjórn og voru Ómar Ragnars, Þuríður Sigurðardóttir og Villi Vill með litkil hlutverk. Já. Ómar Ragnars bæði við ekki 14 ára eða eitthvað, hann fullorðinn maður þarna. Hann svona 60. Og hann ennþá ekki bara lífi heldur bara ferskur á rafmagnshjólinu sínu bara. Það sagði sem ég heyrti út hann af honum Ómar Ragnarsinni sem að nú frægur fyrir að hafa aldrei drukkið. Okay. Þú veist, hann drekkur ekki, við hafa aldrei drukkið. Ok, kemur ekki á. Hann einhvern veginn náði einhvern veginn að detta af sviði. Hann var svo mikið læti í honum. Já. Hann var svo mikið orka í þessum manni. Já. Þú veist, bara, það hefði átt að vera búin að virkja hann fyrir löngu síðan, sko. Hann náði einhvern veginn að var að skemmta svo mikið, hann bara einhvern veginn flaug af sviðinu. Hvort hann náði að brjóta eitthvað og fóð samt upp á sviði aftur og ég held á hann, skilja, þetta ótrúleg mannvera, sko. Já. Ótrúlegur. Og hann endar skaupið með því að hann leggur það til að árið 1967 myndi heita Fallárið og syngur 4,5 mínútna vísu alla þá hluti sem féllu árið 1967. Ég mæli með því að farið á YouTube og horfið ekki bara á allt skaupið en líka sérstaklega þessa. Var þetta ekki svona mest eitthvað vísur og söngur og þetta var náttúrulega allt tekið upp í bara sal, bara stúdíósal, live og það var áhorfendur og náttúrulega konur með svona sjal og sjálfsögðu og já, og bæði vísur, grínvísur og svo líka var bara Villi Vill að taka hérna S.O.S. Ástín, þetta bara gaman. Já, var hérna geggjað að geta hneggjað, var það í Það var ekki þarna allavega. Var það fyrsta kannski? Það gæti verið. Já. Það svo geggjað að geta hneggjað. Það var ekki þetta árið held ég. Flosi, sko. Flosi var náttúrulega líka með 6 og 9 áramótasköpi sem við töluðum Hann ætla ekki að vera bara gaurin sem pizzaði að rúf. Eitthvað, ég þarf að grínast. Ég held að hann hafi basically fundið upp áramótasköpi. Ég held það. Það var Flosi. Já. Ég held ég geti sagt það með vissu. Enda góð sögn í íslensku gríni og bara íslenski menningu. Já. Herði, við endum ekki á Ljúði Flosi ljúði. Hvað var það? Það var einhver svona klámvísa eða klámbrandari sem að var einhver leikarar voru að segja baksviðs einhverju leikhúsi og það var sem sagt basically brandarnir að einhver kona settist klófið yfir gósa og sagði ljúðu gósi ljúðu þá stakkaði nefið en það var einhver leikkona eða eitthvað sem eitthvað heyrði brandara vitlaust og það var eitthvað ljúðu Flosi ljúðu Þú varstu bara að heyra þetta með Flosi Sönnsag Ljúði Flosi ljúði. En talandi Flosi og talandi skrýtlur að þá skulum við enda þennan þátt á skrýtlum. Já. Við erum aðeins að setja dánafregnir á líka það dánafregnir 1967 það er sem að enginn hefur veist það er fólk sem fættist einhvern tíma. Það er bara, þú veist. Er þetta skrýtlur frá Flosa? Nei, þetta er alls staðar. Þetta er úr alls konar blöðum og þetta eru 4 skrýtlur.
Hefst nú lesturinn. Gömul góðhjörtu kona bauð flækingnum inn í eldhúsið og gaf honum að borða. Meðan á því stóð varð hann öðru hvoru að taka sér hlé til að klóra sér ofsalega. Aumingja maðurinn, þú ert lúsugur, sagði gamla konan. Það líka frá leiklestur. What? Nei, frú mín góð, langt því frá. En flærna láta mig ekki fá stundlegan frið. Þetta var rétt orð. Stundlega frið. Jæja, og þú veist ekki hvernig þú átt að losna við þær? Jú, ég gæti losna við þær ef ég ætti dálítið spritt. Spritt? Hvernig í ósköpum ætti að nota það? Það afar auðvelt, frú. Ég nudda mig allan upp úr spritti, svo velti ég mér upp úr sandi. Flærna verða fullar af sprittinu og fara að kasta grjóti hvor í aðra þar til þær eru allar dauðar. Þvílíkt hugmyndaflug. Þetta hefur verið góð teiknimynd bara. Þetta, já, ég verð samt, þú veist, ég verð ekki vera þessi gaur. Ég verð benda á að þá náttúrulega ein fló eftir. Það alltaf ein sem að lifar af þarna. En þetta er skrýtla. Já, alltaf ein sem lifir. Hefur miklu reynslu? Nei, ég meina ef þú lætur 50 manns fara í stríð, þá alltaf einn sem að býst maður við. Já. Maðurinn, er Sæmundur heima? Vinnukonan, já, það er víst tæplega. Maðurinn, tæplega. Vinnukonan, já, hann var rétt í þessu að detta út gluggann. Og það er ekki, þú veist, það er ekki eitthvað svona gluggaþvottamaðurinn heima, þú veist, eitthvað svona, það er ekkert bilda, það er bara, já, var rétt þess að detta út gluggann. Strákurinn var píndur til að taka lýsi 2 á dag, en við hverja inntöku var látin 25-eyringur í sparibyssuna hans. Þegar búið var á flöskunni, opnaði faðir hans sparibyssuna, hátíðlegur á svip og taldi innihaldið. 15 krónur og 50 aurar, sagði hann. Það er einmitt nóg fyrir nýrri lýsisflösku handa þér. Greið. Sagði sparibyssuna? Sparibyssuna. Ok. Já. Ekki sparibauk? Nei, ég einmitt, sko, ég hef heyrt á dönsku spabus, þannig að þetta er bara svona beinþýðing eitthvað þess að þýða, ég veit ekki. Já, kannski var í tísku þarna eitthvað svona, þú veist, byssu sem opnaður, en þú veist, það var ekki alveg svona leikfanga eitthvað, ég veit ekki. Herður, lokabrandari, þetta er þengar. Þetta er þengar. Veistu af hverju allir skókaupamenn eru í hjartaverndarfélaginu? Nei. Af því að félagi leggur áherslu á gönguferðir. What a thinker, maður. Og sjálfsögjar áherslu með setu. Sjálfsögðu. En við þökkum fyrir okkur. Já. Þetta var 1967. Þvílíkt ár. Þvílíkt ár. Já. Þvílíkt ár. Ekkert meira það að segja. Nei, ég meina þetta er, þú veist, við erum búin að fara í gegnum þessu. Hvað er þetta að segja mér? Ástarsumarið og allt þetta. Já. Framhjáhöld. Systir að koma til Íslands. En næst munum við taka ár sem er svona nær okkur, hugsaðlega. Já. En þangað til, þá minnum við á, kaupa með á, segja eitthvað fyndið, ef þú vilt gott grín, beint í æð. Mikið rétt. Og horfa á góða hryllingsmynd einu svona dag í október. Og við erum líka með sjó 4. október. Og heldur, já, alveg rétt. Það er á ensku. Sjó á ensku á Lómunni, Dubliner, kjallarinn Dubliner. Það er hægt að finna miðan á comedyinisland.com. Og bara hræódýrir miðar. Jep. Og þeir eru hræódýrir, eru ódýrari á netinu og kaupir fyrir. Já, alls konar dílar eitthvað, þú kaupir snemma og við getum sagt að þetta er á ensku, ég verð, þú verður, er búið að staðfesta hérna 2. Já, það er Elva og Lovísa sem bæði hafa stungið nebbanum inn í þennan þátt. Mikið rétt. Nebbakonur mikla. Þannig að það er mikla að búast. Og náttúrulega sérstaklega, þetta er á ensku, þannig að ef þeir vin eða vinkonni eða eitthvað sem talar ekki íslensku, en þið langar að fara að sökja sjó saman, mætið á Lómuna, Dubliner kjallarinn, 4. október. Þetta verður geggjað. Eftir, þið eru að hlusta eftir 3 daga. Herðu, ég heiti Tórni, Siggi Tórni TikTok. Já, Þórhallur,
Thorhallur 83. Passi ykkur ef þið eru veitingastæður, hann er grófur á TikTok. Ekki vera að putta stafsmöðuna. Nei, við erum allan í hönskum. Já, við erum allan. Guð bless ykkur og við heyrumst í næstu viku.